Í ljósi aðstæðna ætla ég strax að byrja á því að ég tala hér ekki sem skáld og ég gaf Einari Má mikið af mínum tíma. Ég tala hér heldur ekki sem fjölmiðlamaður þó ég hafi víða komið á fjölmiðla. Ég tala sem nafn úr þjóðskrá og ég kvíðinn eins og algengt þessa dagana. Og ég hef líka opinbert leyfi til að vera kvíðinn. Ég má vera hrædd við skuldir íslensku þjóðarinnar, ég má vera hrædd við yfirvofandi atvinnuleysi, svo má ég vera hrædd við bresku ríkisstjórnina og ónýta krónu og heimskreppuna. Þetta telst eðlilegur kvíði. En því miður þá það ekki bara þetta sem ég hrædd við. Ef svo væri þá gæti ég tekið undir með ráðherrunum og biskupnum og bankastjóranum og forsetanum og álitsgjöfunum, sem ennþá eftir bankahrunið eru nákvæmlega þeir sömu og hingað til hafa haft vit fyrir þjóðinni. Ef ég hefði sömu áhyggjur og valdsmennirnir, ef ég og Geir Haarde og Björg Úlfarnir værum sameiginleg fórnarlömb ófyrirsjáanlegra hamfara, þá myndi ég bara fara að róa með þeim í þessum sama báti sem alltaf verið að tala um. En þetta bara galeiða og mér langar ekki til að róa. Og svo ég líka miklu hræddari við skipstjórana mína heldur en flest annað. Vegna þess að þeir alltaf að slást innbyrðis hvert eigi að fara, svo þeir að mótmæla sjálfum sér og hverjir öðrum og eigin ákvörðunum frá í gær, ef þeir þá muna ennþá hverjar þær voru. Og þeir eru hrokafullir. Einn þeirra talaði að kreppan væri auðsældarkreppa, annar talaði flatskjái og hvoru tveggja finnst mér vera ólíkindalegar yfirlýsingar í stöðunni. Þeir mega tala fyrir sig en ekki fyrir mig, og vonandi ekki fyrir neina aðra sem eigum sárt að binda núna. Hvað þá að varpa ábyrgðinni? Og það ljótt af þeim að varpa svo ábyrgðina á þá sem hlýtur ráðgjöf þeirra og bankana húsnæðislán eða sparnaðarleiðir. Kannski vilja þeir líka varpa ábyrgðina á fólk sem ennþá þvælist á vinnumarkaði en með efasemdir ágæti stjórnvalda. Nú eru útrásarvíkingar og stjórnvöld farin að rífast hver eigi sök á hverju. Mín vegna mega þeir gjarnan gera það. Og niðurstaðan ekki einu sinni áhugaverð. Því munurinn á ríkisstjórnum síðustu margra ára og útrásarmönnunum hvort sem mjög lítill ef nokkur. Lengst af talaði þetta fólk einum rómi yfir sig hrifið af sjálfu sér og ofurlaununum og ofurfrelsinu. Nú eru þeir allir saman ofurbótaþegar og framfæri okkar. Og við látum spariféð okkar, skattana og vaxtabyrðarnar renna til þeirra og líka til þess að bæta fyrir tjón af þeirra völdum. Forsetinn og gömlu góðu álitsgjafarnir hafa núna mestar áhyggjur af því að mannauðurinn sem felst í unga bankafólkinu hverfi úr landi. Forsetinn mætti hins vegar gjarnan auka við áhyggjur sínar með því að horfa víðar þjóðfélagið, ekki bara á auðsældina í ungu útrásarfólki sem hann lagði svo mikla ást á að hann gleymdi stund og stað og flestum gildum íslensk þjóðfélags. Nú hann víst farinn að borða svið. Kannski næsta skref verði að hann fara að sjá mannauðinn sem felst í heilbrigðri skynsemi venjulegs fólks sem vinnur mikilvæg störf en ekki að hamast við það á ofurlaunum að búa til bólupeninga úr þrældómi annarra. En í íslensku þjóðfélagi hafa fáir valdsmenn talað með sömu digru hægri karlaröddinni úr ríkisstjórninni, úr bönkunum, úr fjölmiðlunum, ég viðurkenni það, úr stjórnum, stofnunum, frá atvinnurekendum, jafnvel úr launþegasamtökum og útrásinni. Það var einstaka bakrættir slæðst með, en þessi sterka rödd, hún hefur yfirgnæft og kæft allt annað. Þannig var það líka í umhverfismálum, þannig var það til dæmis við Þjórsá, það þekki ég vel, í hvert skipti sem var rödd almennings og lítilla landeigenda heyrðist einu sinni, þá hljómuðu raddir ráðamanna og Friðriks Sófussonar þrisvar á móti eða 5 sinnum. Og þannig hefur lýðræðið virkað á Íslandi mjög lengi. Kokteillinn örlítið af almenningi, þó helst ekki konum, en mjög mikið af stórkarlalegu og freku framkvæmdavaldi. Það sagt vekja traust. En þetta sennilega liðin tíð, en valdið sjálft ekki búið að átta sig á því. Það heldur að það geti haldið áfram á sömu braut og sagt fólki að horfa fram á veginn. Veginn til framtíðar sem það ætlar áfram að velja fyrir fólk. En kannski vill fólk bara fara aðra vegi og hafa fleiri með í ráðum
og leyfa gagnrýni. Kannski verður skynsemin metin ofar því að vera alltaf með í liðinu sama hvert liðið fer. Skynsemi reynslunnar verður vonandi metin á móti spánnýjum viðskiptafræðiprófgráðum sem snúast að hver og einn geti grætt ofsalega hratt. Þá fer kannski rödd alþýðumanna að heyrast og kvenna þannig að eftir verði tekið. Konur hafa vissulega hvatt sér hljóðs einstöku sinnum og lagt gott til umræðunar og til þjóðfélagsmála, en það hefur ekki verið þrautalaust. Og af því að eftiráskýringar ástæður hrunsins á Íslandi eru mjög vinsælar núna, má benda á að fyrir nokkru var talað að launahækkanir til ljósmæðra myndu setja þjóðfélagið á hliðina. Sama gilti áður leiðréttingar á kjörum aldraðra, það man ég vel. Og ef horft lengra aftur má minna á að þegar Steinunn Valdís Óskarsdóttir, þá borgarstjóri, hún hækkaði launin á leikskólum borgarinnar hjá þeim lægst launuðu, þá kvörtuðu hálauna kerfiskarlar vikum saman yfir því að hún væri að sprengja rammana og ýta af stað óðaverðbólgu. Ofurbótaþegunum okkar sem nú eru datt alls ekki í hug að þeir gætu sjálfir orðið það skaðræði í íslensku þjóðfélagi sem þeir töldu víst að umönnunarstéttirnar ætluðu sér að verða. Hver og einn verður sjálfsagt að eiga það við sig hverjum hann treystir best héðan í frá, þeim sem nú ráða eða einhverjum öðrum, en eitt hlýtur allavega að vera algjörlega ljóst að það er best að treysta ekki í blindni á einn eða neinn. Hér eru ekki guðsútvaldir við stjórn. Við berum ábyrgð á þessum valdamönnum öll sömul sem erum hérna, það er nú ekki gott. Og enda hafa víst heilmargir kosið þá, ekki einu sinni heldur bara mjög oft. Takk fyrir.